Fjögur, það föstudagurinn 21. nóvember. Þið heyrðu rétt 21. nóvember. Það rétt rúmum mánuður til jóla og F95 Blöður hafi göngu sína. Við erum ekki með fullan báta þessu sinni. Fyrirliðin á sínu stað. Egill Einarsson situr í sínu sæti. Verður velkomin Egill. Takk. Auðun Blöndal heiti ég og situr í mínu sæti. Steindi Junior ennþá í tökum. Verður mættu næsta föstudag. En í hans sæti í dag einn af okkar uppáhalds. Þetta maður sem kom með Peggi til landsins. Hjálmar Örd. Hjammi, verður velkomin. Takk hjá það. Hvernig ertu? Komum Peggi til landsins. Það vildi enginn vera þá í því. En svo í dag þetta orðið að heitast það í dag. Þetta var tabú þegar þú komst með þetta. Tabú þegar ég byrjaði með þetta. En þú alltaf verið mjög opinn með þetta. Ég hefur opinn með þetta og þetta ekkert gaman. Þetta ekkert feimlis mál. Einn helsti Peggar í landsins. Egir talar endast. Ég verð að segja eitt. Þetta er svo við erum búin að vera góðum gýr. Við vorum á Ólífíu áðan. Ólífa. Ólífa og beigja. Áttu erfitt með ensku. Ítölsku kannski. Það getur verið eftir 1, 2, 3 átt. Og ég er bara að styrta í mig. Bara ógeðslega gaman. Já, bara þú veist, þetta og líka maður sér þetta á Instagram hjá okkur, svona stemming á mæta og þeir að drekka bjór og svona. Svo er konin í stúdíó og sé ég hann með Egill að opna sér áfengislausan. Þetta er svona never meet your hero moment. Þetta er svona gilsarinn alltaf í gýr og svo sást hann bara með áfengislausan. Svo hann er bara alltaf edrú. Hann getur skemmt því svo vel edrú. Þetta er svona pínu tók niður stemminguna þegar að sjá hann með svona snúa að hjamma. Það stendur lág og hérna gull stendum svo rauðum stórum áfengislaus. Og hann verið sem með 20 sjón. Hann sá þetta bara hitt. Hjamminn sér mjög vel. Og sko svipurinn á hann, ég náði á kamera þegar hann sá að stóða áfengislausuna. Ég er búin að lenda svo oft í þessu að vera í partíum og geðveik stemming, svo kemur ykkur inn með kaffi og maður er svona þú veist að eyðileggja allt maður. Hann er líka að fara í jólahlaðbor í kvöld og hann er að fara í Old Fashion Cake. Ég geti hringt í ykkur í nótt. Bara please gerðu það. Ég er með Lillijul hérna. Ég er með Túborg með. Þú ert alltaf. Hér er ekki svindla. En það er líka í partíi. Það var svona meira því að við vorum nú hérna unga kynslóðin eins og við köllum hana, trafikkin var að klára hérna, að það er svona meira matabóð hjá mann í dag heldur en að vera að fara kannski eitthvað niður í bæ á djamið. Við erum hættir þessi 4-5. Já, það er dögt. Við erum vaksnir upp á því. En hérna, hversu þreytt er það? Meira að það er út heima hjá þér og bara það er ógeðslega gaman í matabóði og einhver við matabóðið sér að klukkan er allt í 2:30 og bara herðu, hún er 2:30, það langar mig stundum að rölda manneskjunni og bara svona þegið. Bara hætt að tala. Ákveður þetta að kíkja á klukkuna. Það er ógeðslega gaman. Hætt að eyðileggja þetta. Nú ættu ekki að eyðileggja fyrir öllum hinum þetta. Þú ættu að eyðileggja fyrir mér og allir minni fjölskyldu hérna. Við höfum allir upplifað þetta. Þetta er hræðilegt og þetta er eiginlega alltaf sömu típunar. Þetta er svona jæja, hún er 2:30. Hvað búið þessum aumingja, segja þetta. Þið verður ekki búið aftur aumingju. En sko, Hjami, það hvaða árgerð ertu? Þú ætlaði að spyrja því. Ég er 73 MDL. Þú ert 73, þannig að þú ert yngri heldur en Pétur Jóhann Stefánsson. Það er nefnilega svolítið mál. Hvað árgerð er Pírur? Pírur er 72. Ég var að hugsa, Hjami elsti meðstjórnandun okkar hingað til en hann er það ekki. Nei, aldrei. Það er Pétur Jóhann. Var ekki Jón Gnarr eitthvað á með? Jó, fyrir utan Gnarrinu líka og Sigurjón Kjartans og fleiri. En hvað er frétt af Hjamanum? Það er bara rétt ljúgur á couch. Þú ert þessi típa, þú ert einhvern veginn alltaf í gír og I dig that about you. Já, sko, málið er það að ég, sko, það er stutt síðan ekki þannig séð, 5-6 ár síðan kannski sem ég hugsaði bara, við erum bara krakkar að leika okkur. Já, bara í lífinu. Veist hvað við? Við erum bara og upplifar aldrei sterkara en þeir ekki hjöpa. Já. Og tala fótbolta, í doktorfútból. Vitið hvað við? Svo bara fattar maður bara, við erum ennþá bara strákar á leikskóla. Bara sömu fáið. Við erum bara fáið eins og við vorum. Í grunnskóla þetta er bara þetta breytir til ekki neitt sko. Nei, og bara spila fútbolmanager, veist. Ertu búin að ná fullum þroska hjá mig? Nei, ég held ekki. Heldur þú náður honum eitthvað saman? Nei, ég er að vona í nánum ekki. Ég vil ekki á náður því sko. Þessi félagamann sem að náðu honum svona snemma og eru svona gamlir, early. Það er ekki gaman að þeim þetta. Nei, og þú veist, svo er þetta við með mikið taka svona alvarlega úti. Nei. Veitir hvað ég á við? Stýrir, vextir og eitthvað sko. Ég gleymi aldrei, ég ætla ekki að nefna að því að hann var nú forstjóri BHL, Bösterinn, okkar bestimæður. Þetta var ekki á BHL. Hann var einu svona að vinna hjá öðru bílafyrirtæki og hann var umvafinn miklu eldra liði. Hann var orðinn bara gamall kall.
Ég var bara svona, hvað var Buster? Bara farðu að haga þessu maður. Svo verður líka að sækja í þessa orku. Þú verður að vera með gaurum sem eru eða krökkum sem eru með þér, þú veist, í þessar orku. Það bara þú getur snúað, þú tókst hann til ekki til AC og hann held í sig og gamlaði við náðum honum aftur. Hann þurfti bara aðeins að hitta 550 og aðeins að minna ná bara hver að neður, sko. En það líka bara, veist, það hver eins og þegar sko steindi nettu svona, þú veist, hann fyrir alltaf svona, hvað við getum ekki að fara hérna á klúbb, ætlaði að fara á klúbb. Langt. Það réttum ekki, ég var klúbb á klúbb núna. Já. Hann sýtti núna einhvern veginn vodka Red Bull. Hann er ekki eim af klubbin núna. Hann er bara með vodka Red Bull. Hann er ekki að tuða yfir því að það sé á klubb. Hann er bara að skemmta sér. Það er bara gaman. Það er mjög töðunar á mér. Sagt er það. Átti ekki verið vodka Red Bull lengur sagði lækninni við bara hjá mig vodka Red Bull. Það er bara besti go-to drikkur sem Johansson getur fundið, sko. Það er geðveikt. Og kýpaði að þeirra. Vera meitleitið, allir eru einhvern veginn að detta í orkunni. Keirum okkur og svo blandar við með kókain og það er alveg veistla fyrir hjarta. Það er bara það segir maðurinn sem með áfengislausan bjór. Þannig að tala þegar hann fæði sér bara kókain. Það er ekkert að marka. Þetta er allt í kjartinu mánu, sko. Það er góð drikkur. Sérstaklega með einhvern tímann, ef líður einhvern tímann sett behind út í einhverju partíi, svona, það er allir kominir á helviti gott ról, þá ferði ég einn Ívar Guðmunds. Er það bara ég? Vodka Red Bull. En er það skemmtilegast að ná fólki í drikki? Já, þetta er alveg gaman. Sérðu það eftir og þarf það keiri upp og komir í ganga að geða. Maður þarf að gera það rétt samt. Ég hef gert það vitlaust, sko. Það er alveg og náðu maður svo hratt og fara að jafnvel yfir. Já, á 5. jager ertu bara komið langt fram úr öllum, bara pikkaði þið, bara, vil ekki slaka þess á. Ég byrjaði miklu seinna en þið, sko. Já, þú ert alveg komin lengra samt, sko. Ertu ekki jager? Ég er mest að jaga maður svo finnur. Það er svoleiðis? Já, bara jager er lækningamátur. Ég veit alltaf. Bara lækningalif. Ég fórum alltaf fengum skýrslu. Og ég tók alveg að sá þarna að þið voru að byrta líka prósentur og annað úr þessu. Þetta byrjaði sem lif. 56 lif. Og ég fekk svona unofficial skilabúð frá lækninum. Jager er læk. Svo komið óhrans jager. Jager er læk. Sko fyrir hlustunni sem vita ekki hvað við tala og þetta er nú kannski ekki alveg sama stemmingin, en þú fekkst hjartaáfall. Já, við erum ekki að ræða það eitthvað. Nei, en af því að þú ert að tala læknirinn gefur þannig bara fólk tengja. Þú ert sprelllifandi í dag, sko. Ég sagði, er ég bara að fara að kæra all alkohól? Og hann sagði, nei, alls ekki. Jager er læk. Jager. Mér finnst það geðvægt. Það var ekki high five á það? Jú, við erum með litla jager við leima. Það var bara, þú veist. Men þú mátt að lifa lífun áfram. Ég er að segja það. Annarkum maður, ég átti svona miljón vini sem ekki hjarta á, sko. Alltaf bara frá með lífið, sko. Sagði læknin eitthvað við þið, af hverju fékkst ég það var reyndar helvitis rósbíf samlokur. Helvitis rósbíf samlokur? Rósbíf og reymbólaði. Sko, ég tengi við bara hversu gott að fá sér inn að rósbíf eða rækjusamloku eða eitthvað. Djöfull er þetta gott. Þetta er geðvægt. Bara fá sér inn að rækju að keyra eitthvað auðun með kókamjólk og vera eins og núna, ég verð að koma til ykkar. Ég kom við í lúu, taka eina rósbíf, verðemalaði og smá orkudrykk með, koma vel stemdur í það. Bara í alveg ekki smá orkudrykk með. Sko, talandi jager og alla þess að drikkidrengir, þá er brennivín 90 ára. Þá ætla ég að spyrja þig hjá mig, ertu eins og tengdapabbi, ertu að kæla brennivín eða? Sko, brennivín náttúrulega, það náði mér aldrei almennilega, en ég er ennþá á þeirri skoðun að brennivín sé drikkur sem maður eigi að pröfa. Já, þeir eru 90 ára og ég ætla að hendi í smá plögg fyrir þá, því að það er alvöru afmælispartí sem byrja núna klukkan 18:00 í húsi Máls og menningar. Það er frítt inn og fríi drikkir. Já, þetta er bara eftir. Þú ert á leiðinni í bæ. Já. Þá bara getur þú mætt í 90 ára afmæli hjá brennivín. Og þeir sem er að hlusta, tjekka þessum. Það er smakka, kannski það maður að gefa þið aftur sjens. Nei, þetta er gott. Já, þetta er alveg gott, sko. Já, ég meina, Dave Grohl vill meina að þetta sé besta áfengi allar tíma. Ískallt á þetta var álveruveisla, sko. Já. Svínakjöt, svilta með og eitthvað. Svínakjöt. Ég vil langa mig í brennivín og smá svínakjöt. Það er bara mjög vel. En sko, svo er annað Hemi, að Egill, hann tók smá rannsókn á það. Af því að hann var að spyrja mig á hann krakka. Ég var að rifja þetta bara upp, við erum að þekkjast alveg góðan tíma. Helviti langt. En samt bara, þú veist svona. En samt svona hæg og bæ bara. Já, skilur. Það er bara ekki meira alltaf vanta, það er þessi tenging við gilsarann, það er meiri. Og bara svona, þú veist, sé fór að rifja hörðu, kom alltaf fréttum daginn afi, þú veist. En þú ert með hellinga krökkum og. Já. Hvað áttu mörg börn? Ég á 2 stelpur, fættar 96 og 2000. 96 og svo 2017 og 2019. Já, þú tók sko pásu. Ég tók seinni pakkan, sko. Já,
2019 núna Já. Og það ekki margir sem vita að 5 á leiðinu þig ekki Ég ekki sagt búin að þið búin að fara í Nei, ég láta að klippa á Steindi alltaf að fara í það Ég búin að lofa konunum minn að gera það Ég bara hef mig ekki í það Nei, ég hef mig ekki í það Þannig að þú veist, ég verð alltaf að vera með þennan möguleika Við skoðum við Bara vita af því Ég veit af því, ég geti allt í henni hendi í eitt lítið Svo veit maður aldrei maður skilið og geti yngt upp og eitthvað sko Maður veit aldrei maður geti byrja með ykkur Já, þú loksins farið þér að Twinkie in the City Þá þarf þetta að hafa allt í lagi Skiptu með, þú veist, sjóklerum 70 Geðvegt Sko, afi, það er stórt Já, Pétur Jóhann afi líka Pétur Jóhann, sko, það er bara eitt fyrir mig að vita að Pétur Jóhann er svona gamlan en samt svona mikið komedian var svo stórt fyrir mig Veit ég hvað ég við? Hann er fyrir báði svona ungir í handa Hann er svo ungur í handa og svo gaman að hitta og svo jákvæð orka frá honum og þegar ég fekk hjartaáfallið einn af þeim fáið sem hringdu Pétur Jóhann Hann segi, herri, ég bara ringi hérna ég ætla bara að spyrja hvernig liður Mér finnst það geðveikt Þannig að það var ekki nóg hjá mér að senda þig bara á Messenger Þú vildi símtal Nei, þú vildi símtal, ég heyrði það Þú sendið mér mjög fallið skilabóð Getur þú lagt inn á mig Þú ert sko, ef þú ert í einhverju vesinu korti Núna er Peter Johan og Jim Rat Hann er sport og svona alla dag Líka í formi og þú veist bara lítur vel út En það er allt annan hlutverkstrákar Er það ekki bara svolítið draumurinn? Ekki að skila, fengið þetta og skila þessu? Jó, ég er enda, stelpa mínu nú bara þannig að ég þarf ekki að passa mikið En barnabarnið þetta er jafn gamalt og það er sér að segja Hún er jafn gömul eila börnunum mínu sko Er það? Já, þú veist, hún er 1 ás og börnum mínu er 5 ára eða 6 ára sko Þetta er svona eila, þú veist, dóttir mig veit það og ég er ekkert eitthvað mega æstur í að vera að taka Herri, jú, ég tek hana Þetta er bara mjög þægilegt sko Það áttu með 3 ung 3 unga bara Hvað á ég aftur? Þess vegna er ég með börni mín þá haldt aldrei það sé hafa börni mín sko. Þannig að þetta er Nei, samt Jó, ég alveg lendi Er það? Já, ég lendi Hefur þú fengið það? Ég fengið andliti sko. Andskot? Já Það er fordómar Nei, þú veist, maður er alltaf komin yfir 50 eðlilega heldur fólk að maður sé ekki að hunga út einhverju börn Þetta er samt að breyta þetta Nú er fólkið í 50 Það dæl út krökk Heldur Býtu, hver var þetta regnast barn um daginn? Leikarinn, Hilmi Snær Já, Hilmi Snær var regnast barn Maggi Skeving Balti, það er menn að dæl út krökkum Miklu eldri en þú Þannig að þetta er ekki klipp á þig Nei, ég ætla ekki að klippa Ég ætla ekki að klippa Konaðin, hún er tölvöld yngri þú Hvað er hún, 23 árið ekki? I wish Herðu, við hún er 82 mótil Hún er 9 ár 9 ár, já Hún er 43 Já, hún er 43, breðilegt sko En við erum búin að saman síðan 2013 Já, ok Það er 12 ár Og það er að verða lengsta Sem að bara lengsta samband þitt Það er að verða lengsta Ég er í lengsta sambandi núna sem ég hef átt Er það ekki? Já Það verður enginn þólað mig í 7 ár Nei, það er þetta Rakel er hetja Já Hún er algjör hetja Það er bara nákvæmlega sem að leið og mamma mín er komin í glas Það var það fyrsta sem hún segir við hann bara, þú ert hetja Já, hvað segir hetja? Hún fær að tala saman bara hversu glataður ég er Heldur gaman En sko, við erum með Ég myndi segja að ég er ekki eins og viss hvort þú komist í þetta allt saman í dag Nei, þetta er Við erum með hérna spurningkeppni Gilsarnas, hvað er með þar? Hörðu, ég er með King of Entertainment í það Því að sko, þið eru báðir entertainers Þið vinnum við það Að skemmta fólki Hver er kongur? Það kemur ljós á eftir Við hefum veislustýrt nokkrum veislum félagarnir á milli okkar Það er brjála að gera það okkur Við erum með, sko, íslensk slúður Hjammi alltaf að taka íslensk slúður í dag Jú, ég með það Það er fólk að senda á þig eitthvað Já, ég fekk svo skrítið En mér finnst alltaf að við förum í það Ég ætla bara að segja það Mér finnst það ógeðislega skrítið samt Slúður sem við fegst? Já, það er á svona smá sjokkerandi En það er bara eins og það er Já, ég hlakka til að heyra Ekki skjóta mig Nei, það var aldrei að drepa Og ég er ekki sömu kreðsu og steindin En ég er að fá allt annað sent sko Já Það er gott Þetta er meira legit Steindi fann bara bull sko Það er bara máli sko Erstu með eitthvað töframenn sem eru ekki til? Nei, þetta er svo svakar þessi töfrasagan sko. Hann er obsessed á einhverjum töframenn
Það er eitthvað fetis fyrir þessu. Þetta er rosalega. Hann langar, ég veit ekki hvort við höfum rætt þetta hér. Steinda langar ekkert meira heldur en við skrifum ég, hann og Sveppi bíómyndum 3 töframenn. Og við erum sérst töframennir. Hún gæti dottinn, en það er ansið margt sem Steindi segir sem verður ekki að veruleika. En kannski þetta ekkert inn. Sturlaða staðreyndir, don't call it a comeback. Og þær eru góðar í dag. Ég veit að Tommi Steindós, hann verður mjög sáttur núna. Hann elskar sturlaða staðreyndir. Og það eru góðar. MC Gauti ætlar að kíkja hérna til okkar á eftir. Svo erum við ætlum að henda Hjamma í Gifta, sofa, drepa. Og það verður þema þar. Það verður Dr. Fútból þema. Það verður stilt upp við vegg þar sko. Ég hlakka til að heyra það. Það var að drepa eitthvað svona góðu félögum þar sko. Ertu náinn hérna, við tölum F9 blöð fjölskylduna. Það var reynda bara við, konur og börnin. En hvernig er Doc fjölskyldan? Er þið nánir? Hver er besti vinur í Doc? Besti vinur minn í Doc er Gunni Birgis. Ógeðslega nánir. Þið náðu vel saman. Það var að tala saman eitthvað. Enda það toppmaður. Svo erum við með drengir við erum með heims tilkynningu eftir sem tengist ekki okkar þætti. Ekki neitt. En ég veit ekki hvernig ég orða þetta. Tilkynning bara fyrir heiminn. Já, það þetta er risastórt. Ekki bara Ísland. Það var maður sem hringdi í mig í gær og spurði hvort við getum tilkynningu hér. Og svo tilkynning verður 17:40. Og það er risastórt. Alltaf gott að hendi góða tilkynning. Já. Við elskum góða tilkynningar. Svo ætla ég líka að hendi ykkur drengir í hvor ykkar. Þannig að það er helviti þéttur þáttur framöndan. Jú, við látum þetta ganga. Það er svolítið þannig. Ég minni á Sjallan. Það er ekki orðu uppselt í Sjallan, en það er ekki mikið eftir. Tryggið ykkur með það inn á tix.is. F9 blöð í Sjallanum 13. des. Og St. Pete verður með okkur sem er so hot right now. Og það er líka komið á hreint að það verður leynigestur með okkur sem við ætlum ekki að tilkynna, en ég get lofað Sjallanum að þið verðið mjög ánægð þegar þessi leynigestur mætir á svið. Tryggið ykkur með inn á tix.is. Ég spurði Hjamma rétt fyrir þátt, Hjammi, hver eru upp á hljómsveitin? Hann sagði Beastie Boys. Og ég hugsaði, Beastie Boys, það er rosalega hljómsveit. Það er alvöru hljómsveit og við ætlum að opna þáttina. Hann bara fara að velja lagi sem að kemur Hjammanum í gýr. Hann er að fara niður í bæ og alvöru jam og ég hugsa hann klári Túborg menn við tökum þetta. Topp tónlistarstöðin FM 957. Alvöru lag fyrir Hjálmar Örn Jónsson Johansson hér í FM 95 blöð. Hann er gestastjórnandi með okkur, Steindi í tökum sem að klárast núna allavega á Íslandi og verður mættum með okkur næsta föstudag. En heiður að hafa King Hjamma hérna. Við glemdum þetta einu hérna í uppröðunni áðan Egill. Við sendum á Hjöppa, Egill senda á Hjöppa svona áttu ykkur á punktum Hjamma. Mér langaði að fá okkur svona það sem ég langaði í, veist hvað maður langaði að fá? Og svo er Rikki G, veist, hann er með þetta fettis að klæða sig upp svo fastina sér alltaf þegar hann fer á bak með frúnni. Svo sett hann á eldúsborðið eitt daginn og fór á bak þannig, svo fróvar hann sér alltaf í jisk og þetta það skilur. Og hérna, ég var vorð að þú væri með eitthvað svona konsept, senda á Hjöppa. Já, hann veit allt um mig. Já, hörðu, nei, þá fekk ég bara í rauninni sagði hann bara, hörðu, þú væri að fléttunum upp á fótboltaferðinum á svo KSI. Þetta er slagast í fótboltaferðin sem þú getur fundið á vefsíðunni, bara hjá KSI. Hvað er að frétta það, segir þú? Egill, þú flettir þessu upp, hvað stendur þarna? Byrna aðeins, ég ætla að skrifa, finna þetta hérna. Þetta er náttúrulega alveg til hápurinn að skamma. Ekki eitt sigur. Ekkert maður. Ég er búin að finna þetta hérna. Hefur aldrei unnið fótboltaleik í Augnablik og IH. Alveg liðir endar. Þú veit með 12 leiki skráða. Tap þar er 100% því að það stendur tap 12. Tap er 100%. Kjammi, nú er ég ekki eins og að grínast. Þú voru að segja mér alveg satt. Hefur aldrei unnið fótboltaleik. Alltaf leiðum að klára bara. Og hérna rosa fyndið. Sigur er 0, jafntefli er 0. Þannig að þetta er en mörk 0. Þetta er ekki svo impressive sko. Þetta er ekki að vera leðalur en þetta er eiginlega svolítið þessi umræða ég ætla að segja við ykkur náttúrulega, það er ekkert búið að færa inn KSI er ekkert fært inn frá 97. Já, ertu búin að spila mikið síðan? Nei, sko, ekkert fært inn 97 til 2000 það er allt inn sko, með IH, þú veist ekki alveg að finna það sko. Það varstu með 10 leiki og þú tappar þeim öllum og svo skiptur yfir í Augnablik það líður leikuð með þar en það helt tap fyrirlin áfram
Þetta er svona búar tjóðs brekka. En vannstu alla leiki frá 97 til 2001? Ég var ekkert alla leiki en ég bóðist til að fara inn í KSI og laga þetta. Þannig að þú átt sigur? Já, sigur hann inni og það bara þólið ekki. Þetta kemur alltaf upp reglulega og ég er alltaf að svara fyrir þetta. Já, það er þreytar, hringurinn er 100%. Hringurinn er að Þetta er svo Það er rauður í 100 töp 100%. Ég get þessum að þetta sé til og neina. Og svo einhverju 2 leikir hann undir. Þú veist það er ekki svona leik. Landsleikir, það eru 0. Þá verð ég að spyrja, ég veit við erum ekki dóttarfútbol núna. En hvar þegar þú áttu þennan magnaða ferilinn, hvar varst að spila á vellinum? Ég var miðinni. Varstu miðinni? Ég var í vinnuhlutu. Ég hef sagt ykkur samt eitt geðvægt. Ég tek við augnablik 2000. Varst það þjálfa? Já, ég tek við augnablik 1999. Frekar en 2000. Nei, það hefur verið 2005 sísonið. Já, það stendur, hérna stendur 2001 IH, 2005 augnablik. Já, tek við þeim. Varstu spilaði þjálfari? Það var leiku við IH. Gamla félagið þitt. Gamla félagið. Það var svolítið tilfinningadæmi. Það var svolítið erfitt. Og við erum yfir. Ég held að sem yfir 1-0 frekar en 2-1. Við erum yfir. Þeir senda ungan mann inn á. Ég hugsa að þessi er ekki að fara að skora, hugsa ég. Það var Gilsarinn sem kom inn á og jafnaði helvitis leik. Hann kom inn á og jafnaði. Þetta var inn í kórnum eða eitthvað líka. Gilsarinn jafnaði og eðilega rekord. Hanskotin sjálfur. Það hefur verið gaman þegar þú náðu þarna. Gilsarinn vissi enginn hver Gilsarinn var. Nei, bara fótboltamaður í IH. Já, rosalegt. Varstu góður á miðunni? Já, ég var helviti, ég var djúpur og ég var að vinna þessa boltaðun. Varstu í rust? Ég var í ruslakistan og ná í allt, þú veist, alla boltana. En einhver á KSI er að hlusta og kannski var gaman að leiðrétta þessa skýrslu. Ég er búin að fara í fullt af viðtölum út allt út af þessu. Það kemur alltaf upp. Þetta gæti verið fyrsti þáttur sem geti actually þetta gæti komið núna að færa þér í ganga það niður frá sko. Já, gæti eitthvað frá KSI verið að hlusta. Ég hringdi eins og niður í KSI og sagði þér, þetta er ekkert hægt. Það er alltaf verið eitthvað þetta er hérna allt, við erum bara að setja þetta inn. Já, var ekki fínt að klára það bara. Þetta er svo niðurlægandi. Svo eru börnin mín að skoða þetta, Peppi, veist þú ekki fótbolta? Jú, þetta er rangt. Þetta er fáránlegt. Já, þetta er fáránlegt. Þetta er astnægt. Þú gæti verið Þú gæti verið eini leikmarinn inn á þessari síðu KSI sem er ekki með eitt jafntefli á bakinu. Nei, bara 100%. Svo kemur þessi 100%. Alveg rauður hring. Já, 100%. Ég held að sé að gera þetta viljandi. Ég sé eitthvað inn í KSI sem hata mig sko. Það er ekki að setja inn hjálma sko. Ég valdi að hitta einn sem hatar hjálma. Það er einhver þarna. Það kunni allir vel við. Þú ert með þetta, það eru nokkri svona Íslendingar sem að eiga nóg heyrur. Auðun og Gils, já, haters. Já, haters hann úti. Er það? Sem hata aldrei lífinu. Næ, þú veist, ég veit það. Klakaðu maður. Ég var kannski bara eitthvað þessi, ég meina þannig sko. En þú veist, það er Þú meinar að það eru nokkri sem að kannski nenna þér ekki og er að vinna hjá KSI. Það er eitthvað þetta er eitthvað ógæðslega skrítið sko. En það verður bara gaman að mynda að kippa þessu lag en þetta er ömulegt. Já, við vitum allavega að það eru nokkrir landsliðsmenn sem hlusta og þeir ættu nú að hafa ítök hérna í KSI endilega fáið okkar menn til að breyta þessu Hjammi á sigra og væri til að fá það inn á síðuna. Þá er þetta bara allt hreint. Já, en 70-80% sigur. Nei, skulum ekki tapa. Fá kannski 2-3 sigra. En ég er með slúður handa eitthvað drengis og þetta er ágætis pakki. Ég ætla að byrja að reynda hérna Egill. Nú er smá skellur að Steindi sig hérna með okkur því að þetta hefur verið hann svona bara ær og kýr síðustu vikur og mánuði að það er Já, hann hélt að vera gameskip á leiðin til landsins. 3-1 Atlas, neða 3-1 Atlas, hvort er þetta? Sem er hérna grænuslímu og svona kallar þær. Já, hann var mjög spenntur fyrir því að vera að koma hérna einhverja geimurur og eitthvað. Herru, það er bara, það er komið á hreint að þetta er halastjarna. Það er 100%. Og ástæðan fyrir þetta í slúðurinu er að Kim Kardashian með alla sína followers var farin að fjalla þetta og vildi fá svör frá NASA sem artið þess að NASA ákvæmur loksins að svara þessu. Og það er rosalega. Já, þá ertu komið Það er power. Það er power. Wow. Þannig að NASA ákvæmur hörðu þið, þú bara opnuðu munnur og segjum hvað þetta er. Ég fæ ekki KSI til að svara mig sko. Nei, hún fær NASA til að svara. Þetta er ekki grænuslímu
sem að fara að stela einhverjum menna upp í gameskip og fíkti rassunum og allt þetta. Nei, þetta er bara halastjarna. Þannig að loksins svaraði NASA þessu og því miður, það er ekki bara fínt að segja eitthvað. Maður held að bara var búið sko, þannig að við erum fínt þessi halastjarna sko. Við viljum það frekar. Hvort myndi finnast líklegra hjá mig, við erum búin að ræða þetta svo mikið dreikir að ef það kæmi svona gameskip myndir haldið að verið friendly eða ekki? Ég held ekki friendly. Nei. Ég held að vera alltaf eitthvað vesen sko. Já, hvað er að fara að gera þetta? Nákvæmlega. Þeir verða að rannsaka þetta þegar þau myndi vilja vera Þegar við lendum alltaf í það grænu slímu kom alltaf einhvern tíma sko. Fínt að losna við það núna allavega sko. En væri ekki Ísland svona síðasta landi sem við myndi sett sail á? Þeir myndi alltaf fara beitt til alltaf skýta höfur og myrkur. Við verðum ekki fara þannig. Þetta er best stakes í vitum. Ekki byrja þarna sko. Hvað var aftur það sem fólk kom og beið eftir? Snæfellsjökull. Já, 95. Þá hérna grænu slímu var þetta inn það sko. Já, fólk hérna. Ég get að sagt ekki, og 22 hana. Vel peppaður. Vel peppar og menn. Varst þú mættur? Nei, en við vorum alveg félagina að spá ég að fara út í þá veist 22 ára gamli gauðra, hefðu ekki farið? Nei, já sko. Ég hef ekki farið. Það var hellinga liðið sem mætti þarna. Já, fullt að lið. 500 manns. 500 manns. Já. Og sem voru bara að taka móti geimurunum. Já. Svo komu þær ekki? Nei, eða komu þær og fóru í líkama þeirra sem voru þarna. Þá hér spurði það stærri spurningu hér mig. Þú ættir að velja einn Íslending til að taka mótið þeim. Þetta er geggjur spurning. Það eru mjög svona heillandi gæi. Hverju myndir þú treysta til að myndir standa sem fram á fólkið og þegar gameskipið opnast, kemur einhver að út, hver á Íslandi ætti svona að taka mótið þeim og segja velkomin eða? Ógeðslega skrítið. eins og guggaði gummibát myndi vera einhvern veginn mitt fyrsta. Hún kæmið, þú veist, hún er með body og hún er með lookið og svo er hún líka með þetta comedy, þú veist, þannig að hún er svona hún er hress og hún myndi sjá bara the whole scale. Skilja eitthvað við? Í staðan fyrir að væri ykkur, við erum ekki að fara að fá Guðna TH. Nei, hann greinlega komið upp í hugan hér. Nei. Hann er það verður eitthvað stemnings. Það getur líka verið Pétur Jóhann, það getur verið Sveppi. Nei, Sveppi getur verið reyður af hann í glasi. Já, ég myndi ekki treysta Sveppa. Það er eitthvað tími í þetta einhvern veginn og Pétur Jóhann væri kannski ómikið í grínu, en þannig ertu með Gugga er svo, þú veist, hún er svo Slokkarsvar. Jón Gnarr getur líka. Jón Gnarr. Það er alveg treysta honum í þetta. Herru, talandum líka Kim Kardashian, þá er hún að fá alvöru skít á netinu. Nei, það veist ekkert alvöru skít. Þetta er svona, þegar ég talaði um þetta, þá er þetta kannski, ég veit ekki, 100 manns eða eitthvað. Já, hún fjall á The Bar daginn. Hún var að reyna að gera slöffræðingur og fjall. Kim Kardashian? Já. Og akkur hún á allas að milljarða og hún leggja þetta á sig. Hvað ætlum bara að vera lögfræðingur? Ég fíla það. Já, hann langar að vera lögfræðingur. Ég ætla ekki að tuði við því, en bara Nei, en það sem að gerist og hérna er ég með vídeo, en hún náttúrulega ekki mynd, en hún setti vídeo á sjálfur sig þegar hún var að læra hágrenjandi, byrja að mynda það og setja á sína samfélagsmiðla, hvað verður ógeðslega erfitt að læra undir þetta, og hann er hún grátandi og brjáluð og horfir upp í loftið og nutta augun eitthvað, en núna er endalaust að liði búið að posta vídeoum sem að hefur náð The Bar, sem sagt orðið lögfræðingar og að telja upp öll störfin sem þau voru í á meðan þau náðu og meðan að Kim Kardashian situr á milljörðum og er heima hjá sér með allt sem þarf og þá er hún að mynda sig greinandi hvað er erfitt að læra undir þetta fellur og þetta var sem sagt orðið svona hvað segir maður, svona trend að þeir sem hafðu náðu þessu að segja hvað þau voru að gera. Ég held þetta sé lúmst mikið vinna að vera influencers og Kim Kardashian, þeir eru mörg e-mail og símtöl og álag og en svo bara ætlaði að bera það saman við að vera í 3 vinnum og ná þessu samt. Bara þú veist að skúra skóla og nærsamt að læra undir þetta. Ég held að þú myndum 8 dagatali á Kim þá væri eitthvað alla helvítið daga viðtal hérna 30 sekundar vídeo hérna klukka 3 útásviðtal hér taka content með þessum hér þú veist ég eiginlega þarf að bakka hann upp hana en þá verð ég að spyrja ykkur drengir hvað nú, ég veist, kannski leiðilegt ef það er ykkur að hlusta en ámar að vera að mynda sig á netinu grenjandi þetta er allar vinnan hún er influencer sko ég veit en það er ekki sumt sem er bara fínt að hafa fyrir sjálf Jú, þetta er þú veit ekki þarna Hvað tók þetta upp? Hún stilt upp síma og fór að grenja eða aðstofnar ég var alveg séð þetta á netinu fólk að gráta í símanum sko jú, vissulega kannski að tætt skrítið sko hvita hvað sundi það sko ég hugsa oft bara ef ég myndi gera þetta sjálfur ég fengi Ég veit ekki hvað mörg skilabóð bara herru, hvað er eitthvað aðeir Það má hún ekki taka þetta aftur, ég menna hún fjall og bara þetta er ekki gamla endur þetta prófið Við vonum það Takk fyrir þá að þetta geta að fara að grenja bara áfram gakk En svo að ég enda þetta á auðmingjanum Brooklyn Beckham
maðurinn sem mætti ekki í 50 samanlega á pappa sínum. Við erum að kalla hann auðmikið, það bara official í stað. Já, hann með augu ömmu konu sinnar á hnakkanum sem stórfurðulegt, en hann loksins búin að svara fyrir þetta beef sem á milli hans og foreldra sinna og fjölskyldu sinnar. Hann mætti, eins og ég segi, mætti ekki 50 samanlega og sagði í einhverju viðtaletti, reyndar ógeðslega ómerkilegt viðtal, hann segir hér að hún þykir vænt fjölskyldun sína, hún þykir meira vænt konun sína og þetta bara eins og það segir hann. It is what it is. Bara, svona það bara. En sko, vitið þið hvernig þetta byrjar? Við fjöllum þetta, ég að lesa þetta náttúrulega, við höfum fjallað þetta áður hér. Já, þetta byrjaði eitthvað fárálegt. Þetta byrjar að því að í brúðkaupi þeirra, þá Mark Anthony fengið til að syngja, sem frábær söngvari, ég meina hann á Rain Over Me, sem rosalega lag, hvað setja það á í dag fyrir okkur? Já, ég meina Egill meina þessi besta lag allra tíma. Ég segja það. Og hann kallar upp fallegustu konuna í salnum og kallar upp Victoria Beckham og þá sem sagt Nicola Peltz sem þá orðin eiginkona Brooklyn Beckham, hann að sárnaði svo rosalega að hún hljóp út grátandi að þetta var hennar brúðkaup og þannig byrjar þetta. En þá erum við að skrifa þetta þá í rauninni á Mark Anthony þegar hann ekki orðað þetta svona, ef hann sagt bara, hörðu, ég ætla að fá hérna Victoria upp á svið, ef hann sleppt þetta að fá fallegustu konu í heimi hérna upp á svið. Svissum þessu, segjum að ég og Rakel værum loksins að gifta okkur, sem að vonandi mun nú gerast. Segjum ég fengi Frikka Dór til að syngja í brúðkaupinu mínu. King Frikka Dór. Já, og Frikki Dór fær upp á svið og myndi segja, herru, já, nú ætla ég að fá fallegustu konuna hérna í salnum upp á svið. Hafdís Sveinsdóttir, sem mamma mín, hún kæmi þarna upp. Sæi Rakel hlaupa grenjandi út. Yes. Og myndi bara hægt að tala við fjölskyldunni. Nei, það er rólega sko. Hvað í gangi? Rosalega dramatík sko. Það bara eitthvað að þarna. Nú ætla ég bara að reynskilja. Það alveg 2-3 konur niður, það bara eitthvað að þarna sko. Maður segir Hjöppa hlaupa eftir henni í brúðkaupinu. Lægir Rakel. Vinkona står á London sem hann kallar hann alltaf. Þegar hann fór í vinkonu hittingin í London á fertugsamlega konum mínum, alltaf að tala með að þrjá með vinkonum mínum í London. Hjöppir í fyrsti maður til að hlaupa út eftir henni og spyrja hvort það var ekki lagi. Þetta er rosalega. Þetta er skítið, en hefur Mark Anthony ekkert fengið eitt skít fyrir að við erum að hafa, þetta er allt honum að kenna. Hann verðist vera alveg stikkfrí og svolítið saman. Við skuldum auglýsingar, strax eftir auglýsingar ætlum við að fara í Kvorikar og þá ætlum við að kynnast hjamma aðeins betur, en fáum auglýsingar fyrst. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Hér sitja 3 Beliebers, Justin Bieber, Daisies. Hjá mig, heldur ekki með Bíbernum? Jú, ég mikill Bíbermaður. Já, ég einhvern veginn þar, ég held með hann náttúrulega er hann að fara overboard eða? Svona Það er helvítið tæpur. Já, helvítið tæpur. Hann þarf að passa sér strákur. Nei, alveg, sko, þetta er rosalegt sko. Ég er bara eins og við öll. Það getur alveg fyrir overboard. Þetta er náttúrulega gaurinn búin að vera frægur sem 12-13 ára. Það er ekkert allir sem koma, heilir út úr því. Nei. Það eru nokkuð góð dæmi. Britney, Jackson og fleira. Britney er þetta 16, samt. Það er bara, er þetta að finna einhvern sem kom heill út úr því sko. Já, Jóhanna Guðrún. Jóhanna Guðrún er svo eina held ég. En í heiminum rétt. Ég ætla að henda ykkur drengir í, Drew Barrymore. Nei, Auðun Blöndal. Hún á að finnast það. Hún fór á keislu. Hún fór á rosalega keislu sko. Góðum stað í dag. Hún var á dælunni. Herri, ok. Ég ætla að henda ykkur í Kvorikar og svona leifa. Við þekkjum hjamman ekki nóg vel til að fara í þekkið ekki. Þannig að það er erfitt. En ég er að kynnast ykkur. Já, þetta er að koma. Ég er að kynnast ykkur. Og við erum að fíla þig. Já, ég er að fíla ykkur líka. Ok, í Kvorikar núna. Þá ætla ég að byrja á þér, Egill. Nefndu mér 3 íþróttir sem vinnur hjamma í. Ok. Ekki, ok. Nei, sko, ekki fótbolta, maður drullu góður hann að djúpar á miðunni, þannig að ég er ekki fyrir það. Ég meina, his record speaks for itself. Það er síkalegt rekord hann á KFC, sko, samt er ekki það. Það er líka erfitt að segja ég sé betri þú í fótbolta, því oftast í fótbolta er allavega 7-7. Sko, ég held ég myndi fara bara eitthvað þá safe bet hann, sko, veit ég bara er hans léttari en hann, sko. Já. Þannig ég tæki bara 100 metra sprettlöp, 400 metra sprettlöp og kannski ísokki líka sem ég sé það ekki fyrir maður skautum. Egið læfið ísokki? Skautar eitthvað? Ég er nokkuð vissum ég væri með ég var með segra í öllu þessum 3. Ísokki 100 og 400 metra. Ég er ekki sérst, sko, langklaupin Sigi, sko, hann getur líklega bara tekið mig í marathónu eða eitthvað, sko. Nei. En ertu, kanntu að skauta? Mér er aldrei æfinni stíða og skauta. Já, aldrei. En skíði?
Aldrei á æfinni fara á skíði Aldrei á æfinni fara á skíði skíði á Ég reyndi eins og að setja skíðaskó á mér Hverju var krakki Og það bara, þá gekk það ekki Ég fekk eitthvað litla skó og eitthvað Það verkaði ekki Og ég bara gafst upp hendið Og bara fórst aldrei Aldrei Og þú ekki farið svona skíða mökkferðir til Ítalíu og Austurríki Ég var til í það En vera, þú veist ekki Það aldrei að tala það sé bara bestu frí Já, og vera bara skíðaskóm Og vera aðeins rauður í kinnunum Vera bara barnum Já, vera bara Og svo maður að, þú veist, rölda á milli Og það ekki hægt Það líktur alltaf Sko, þetta vel pikkað Þetta er samt það sama 100 og 400 metrar Það er bara flöy Hann vil meina sér betur en þú að hlaupa Ég þá vinnaði 200 metrar Það meikir ekkert sens Ég myndi aldrei taka mig 800 Ég veit ekki alveg hvað annað ég geti svona Sko, við getum ekki liftingar vitum alveg Það er þín sérgrín Já, það er samt gott í þið pundi Já, ég er að byrja að lifta núna Sko, það sem ég hugsaði er að Ég myndi þá að setja fótboltan alltaf fyrst Þú myndi vinna hann í fótboltan Er það? Þú ert pottetur af því og set betri en eigin í fótboltan Já, ég myndi alveg halda að ég kvitt á lundu það Jóa rekkundi séð, það laga þetta rekkundi með KSI Já, ég get ekki þig í millimóti Ég til í það Það er fótbolti 2 Ég hafði handbolta Segur þar Já, ég er helviti segur þar Ég var á línni Þannig að, ok, ég veit að Hvað ert þú hár? 1.84 Hvað ert þú, Egil? Já, svipaður, En sko, þú ert alltaf að þingri Hvað ert þú að viktinu núna? 113 Hann er þingri Hvað ert þú? Ég er svona 88 nú Þetta er þetta stand sem maður á að vera í Hann ætti ekki breykið Já, sko, málega Á línunni Ég er bara Hann gæti ekki Línu að stoppað dekka mig Og ég myndi halla mér aftur einhvern veginn Og væri með hann Men Aron sagði mig að uppáðast línumenninu hann sem hann spila með væri bara að hafa það sem feitasta Sem þingsta Það sagði sem feitast Ekki þingsta Það eru bestu línumenn Það er ekki hægt að íta þeim Þeir eru bara Svo er ég líka örfendur Þú veist þannig að ég er með þetta vopn Það er eitthvað kostur Ég get kastað með báðum Ertu örfendur líka? Ertu jafnfendur? Ég er jafnendur Sem er ótrúlegt Þið líka íþróttamaður Já, það er málið Það er ég að segja Hvað vorum við? Varstu bara línunni Fótbolti, handbolti Sett hann alltaf í vingil Fæst bólta Ég var að vippa á alls konar sett undir og snúning og allt þetta Með hvaða liðið spilaður? Í Fylki Fylki? Ég vissi ekki að Fylki verður með handboltalið Það er annar mál Drullu segir í handbolta Sko þriðja í það Herðu, við verðum svo að taka eitt núna hefði mig Hvað? Ég veit að þú ert að koma með þetta sem gestur Já. Og við dyrkuði Fótboltaferilliðin Það var íhjá og augnablik Handboltaferilliðin er Fylkir Gróta líka Gróta Það vantar grót inn í þetta Já, í fótboltanum Já, ég meina það var línunni á Fylki Línunni á Fylki Og hvað er þriðið í þróttin? Þriðja væri Karvan Já, segur Karvan líka Ég held nefnilega út af því þú ert bliki Og það er engi karvar aldrei vinnin karva í blikunum Nei En ég spilaði rosa mikið streetball Ég var alltaf í streetball En varstu eitthvað að æfa hverju? Já, ég hafði Fylki Fylki, ég vissi ekki eins og þeir voru Ég heldur til enda Varstu með Fylki líka í Karvan? Já Herðu, ég verði að vera að kíkja í árbæð Það er mikið með íþrótta Það var ekkert Karva, við vorum bara einhverja 2 mánuð En við vorum að taka mikið súesett Það er skemmtilegt Það kom ekki í fórum Ég heldur til enda í sama blöðlendi ég múti Gunnar Byrgis Svo múti bakkinni mig Setta raskatið í mig Og þetta væri bara gravity, ég stríða mér Það er mikið lort Það þungur Og við varum líka í streetball Það væri bara Ég fengi orð og ég væri bera ofan líka Það eru öðru sér reglur í streetball Þetta er skemmtilegt Þú fóst í svona, 3 algengust íþróttir Íslands og þú vilt meina og pakkir honum saman í öllum Fótbolti, handbolti og körbolti I like that Erðu, hvor ekki myndu höndla fangilsi í Bandaríkjunum betur? Svo álfuru fangilsi? Já, ég er að tala bara svona penitentiary bara eins og við sjáum í bíómyndunum Það eru klíkur og allt í rugli Ég held að Hjammi myndi höndla hann með þetta lúk sko Hvað þeir sköllóttir með þetta skegg og svo er hann með þessa þykkt og svo er hann næs og er samt svona hrættu við hann eitthvað ég myndi sjá hann bara shit þessi gæði rugglaður maður skilur brosin en samt eitthvað hugsaður og hann er eitthvað rugglaður þessi gæði geti kýlt mig Þú myndi sjá hann koma inn eitthvað bara svona herðu he's too nice Já ég held að menn myndi ekki mikið fólki í hún sko men ég er fyrir eitthvað svona Ég myndi veldi mér að vesinni hann held ég sko hjá mér til sammála þessu Nei, ég veist alveg Gilsar myndi alltaf Hann var í bodybuilding Hann væri alltaf með á Þú veist að játnunum á úti Einkafjálfur, góður punktur Nákvæmlega með Hann myndi bara að kenna þeim Já, nei, býtu Má sjá, bakka aðeins Má sjá Eitt aðeins bakkinu aðeins öðru sig Ég vinn við þetta Ég vinn við þetta Þannig að ég ætti ekki sér Laga formið Þetta er þetta góður punktur hjá Hjamma Þú getur komið með öllum í svona alvöru stand og Já, þeir eru allir á það mikill í keislu þarna í þessu fangilsum sko Þeir eru allir að smikla inn
góður livjumanna sko. Þú getur líka að hjálpa þeim bara hvað var í lagi og hvað ekki. Skiptir ykkur máli hvað þið gerir í gimmunum sko, þeir stækkar sko. Það var svo ekki að þetta sjá þig vera aðstofa eitthvað svona Mexíkan en það maður sjá, betur þú að beita aðeins baki aðeins að fetta baki betur en það svona meistari. Finnur þið er ekki sammála. Egill meina að Hjammi er betri, Hjammi segir Egill, þá er það næsta. Hvor ykkar er meiri fíkill? Sko, ég er náttúrulega þekki Egill það vel. Hann er með símafíkn og fleira á lokastíði. Hvar liggja þína fíknir? Hvað þýðir samt símafíkn? Ég er með skjáfíkn sko. Já, hvað er skjátímið þinn? Það er bara tölduga spurning. Ég er með skjátíma upp á ég er með meðaltæri 10 koma eitthvað klukkustundir. Á sólarhring? Getur ekki bara að tjekka á því? Nei, býtu, það er ekki sanngjarnt Egill, því að þú ert meira í tölvunni heldur en símanuðinum. Þú ert alltaf með bæði á þér. Ég hef aldrei sest með allir sama hverju eru. Ég held það, ok, fyrir þetta daily average. Ég er stætt mikið í síman. Já, þú ert jafn mikið í Ég held tölvunni. ég taki Hjamma og pakki honum saman. Ok, komdu með það. Ok, farið screen time. Ég kom með þetta. Farið week. Ég kom með daily average þar. 5.41. Ok. Hvað erst þú með? 8.44 og geðan pakka mig saman. Ég er bara með 3 tíma meira. Ertu með tölvu líka? Nei, reyndar ekki. Ok, þá reyndar Þetta er helviti jafnir. Við erum helviti jafnir. Við erum svipaðar hérna. En er það þín svona stærsta fíkn? Er það skjáfíkn? Já, ég man náttúrulega hefur einhver aðra fíkn. Hvað er efsta appið þetta? Hvað fyrir mesta appið? Já, það er svona, sérðu hvað mesta tími fer í? Já, mér er það YouTube. Ég er alltaf að hlusta á okkur styrasett frá Tomorrowland og eitthvað þar meðan ég er í eyrunum, sko. Það kemur ekki upp hjá mér. Hvað er það, Pornhub eða? Nei, ég fór strax að hugsa eitthvað sem mális. Þetta kemur upp, sko. Messenger, 24 Landsbókin. Þetta er þetta, sko, heimabókan. Þá gengur vel og þetta er inn með heimabókana þar. TikTok, Landsbókin, Facebook og X. TikTok, ertu mikið á TikTok? Alveg svakala. Ég er bara að ligga á TikTok. En ertu að dælinn eitthvað sjálfur hann? Því ég er ekki á TikTok. Nei, ekki svo mikið. En ég er enda með fyrir nýjum blöð elska TikTok. Já. Og líka eitt í þessu ég er að fá TikTok í langt á undan svona ríl og eitthvað sem þeir eru sína að byrja að læka mörgum mánuðin setna. Þá er ég lengur búin að segja það á TikTok. Okkur. Okkur. Þetta kemur langt á undan. Já, skilu. Þá er það síðast og ég held reyndar ég viti svara hérna. Hvor ykkar er betri sölumaður? Ég þú að ávallt ekki Hjammi alltaf var bílasölumadur í 15-20 ár sko. 12 ár, varstu góður sölumadur? Já, mjög góður. Sástu þegar þú sástu ykkur gæja labbin, sástu bara þessi trúður er bara köpa bíl sko. Ég get sagt ykkur að ég var með rosalegt innsæð á hverju kefti bíla. Maður segi ykkur örstuðt að sögu bara. Það var þannig, Brimborg var þannig að það er kjallari niðri og það bílarnir voru uppi, þannig að fólk kom niður í kjallara. Ég er búin að spotta eitt. Ef kona kom að kaupa bíl, ef maðurinn kom niður og sagði, getur fengið að lána lyklana af MD36 fyrir upp, ef kona kom með honum niður sala. Ef kona kom með honum aftur niður sala. Ef hún kom með honum aftur niður? Já. Ef hún kom einn? Ef hún kom einn, þá bara skilaði reglunum og konur stjórna 70-80% af hvað er keypt. Þannig að þú fórst beint að svona þá tók maður að selja konunni. Þá fór maður í skúfuna spreita á sig smá rakspýra aðeins að daðra. Hvað heitir þú? Og lokaðir þess að sölu. Í hvað skóla varst? Það var besti sölumæður í Brimborg. Ég seldi 300 eitthvað bíla og notaði bíla á mánuði. Akkur hættur þið? Bara þú tókst on a celebrity? Nei, ég fór að vinna annað. Það er bara, það er ekki lífið. Lífið bara gerist. Lífið gerist. En ég hef aldrei sagt skili almennilega við bílasölu. Það er ennþá verið að senda mig skilabóð. Þessi hérna, þessi góður. Eru foreldrar ennþá með? Já, Brimborg. Þannig að það er stutt í það. Já, en hvað, getur ekki tekið það bara stundum eitthvað tekið einu helgi og satt sýnt þessi liði hvernig á að gera þetta? Nú er ég komin. Sýnum við hvernig þetta Vaknar stóri skýrtu Sko Vaknar þunnur og lögadegi svona pínu ennþá í því ég ætla upp yfir að sína hvernig það að gera þetta. Þetta var hvor ykkar styttist hér í Gifta svo að drepa hjá Hjamma þar sem hann þarf að velja 3 menn úr Dokk fjölskyldunni. Við erum með spurningkeppni Gilsarans, sturlaða staðreyndir og fleira. En eins og ég kom inn á hér Rísa tilkynningu. En eins og ég kom inn á hér í byrjun þáttar að þá voru St. Pete með okkur í Sjallanum. Miðasala er inn á tix.is. Þetta er 13. DS, það er ennþá til miðar. Og hér er hann ásamt besta rappar í Íslands. Eða er þetta ekki bara 2 bestu rappar í Íslands? Og alvöru lag sem ég veit að verður tekið í Sjallanum. FM 957. Það meira get ég sagt. Þessi snillingur St. Pete verður með okkur í Sjallanum 13. DS.
Og já, ásamt alvöru leinigest sem að við ætlum að halda þessu leyndu eða ekki, Egill. Við ætlum ekki að tilkynna hver verður með okkur þarna. Það er ekki gaman að vera með eitt svona sem að poppar á þetta. Já, það kemur bara ljós og bara mætir á þetta gig og sérðu bara hver þetta er. Það er ekki hann allir, hann er ekki fram með neinum. Það verður stemming þannig að hann mætir ekki. Lofa ykkur því, en Hjammi er með okkur hér í FM 95 Blöð Steindi í tökum. Eins og við komum inn á, við erum mættur hér næsta föstudag. En Hjammi, það er liður sem við höfum ekki farið lengi í FM 95 Blöð. En það var þetta að komið í fleiri þætti. Þannig að við svona parkurum þessu en okkur langar að fara í þetta í dag. Og þetta er liðurinn giftast, sofa, drepa. Já. Og það er ekki á ástæðalausu sem við ætlum í þetta í dag. Því að við erum miklu dokkmenn við Egill, hlustum á alla þætti. Sem að þú ásamt, dokk fjölskyldinni ferða á kostum. Og þetta er giftast, sofa, drepa. Og þetta er allt menn sem eru með þér í doktorfútból. Og við þurfum svona, þú þarft að rökstiða svarið þitt. Fagleg rökstunir og akkur út að velja þetta. Þetta er ekki auðvitað auðvelt. Þetta er allt vinnir hans. Sofa í einum og drepa. Við segjum þetta er ekki drepa. Þú ert að fara með einn upp í sveit og hann má ekki koma tilbaka. Þetta er basically að drepa. Nei, bara upp í sveit. Þetta er meira dörsti. Ég veit að þetta er erfitt. Gunni Birgis. Naflinn. Já. Og Dokk sjálfur, Hjörvar Haflega. Hvað ætlar ekki í þessu það? Þetta er svakalur hópur. 3 toppmenn. Þetta eru 3 toppmenn. Og allir einhvern veginn synda einna en þú eru að fara upp í sveit. Bundið svo nánu sko. Já. Þetta er ógeðslegt með Gunnar Birgis. Hver er hörundsárastur heldurðu ef þeir eru að hlusta? Sko mín reynsla er að hörundsárastur er Hjörvar. Er Hjörvar? Já. Það er mín reynsla, bara persónuleg reynsla. Og það er bara, þú veist, ég horfði á hann með United-leikinn með honum og hann er rokið bara allt í henni burt. Ég er bara að setja eitt, sko. Já, ég get ekki hlegið að því, ég hef brotið hörður. Já, ég er að segja það. Þú þarf ekki að vera gaggrina það. Það er alveg smá svona, það er í honum, þessi hörunds. Þú voru að leggja það bara til hliðar, þetta er fagleg gaggrina alltaf bara þetta og velur þetta. Og það hugsa alla heildapakkan. Á hverju ætlar að byrja? Hvað er svona þægilegast af þessum? Þú sagði þetta strax í byrjun, þá hugsaði ég, vá, hvað þetta er létt. Svo hugsaði ég bara, nei, þetta er ekki svona létt, vegna þess að sko, Gunnar Birgis er eignast barn núna í desember. Vil ég drepa hann? Já, þú meina, þú ert að fara svona djúpt. Hvað á ég verið að hugsa þetta eitthvað öðru sér? Nei, þetta er alltaf læg. Þú ert bara vanalega bara ignora í rauninni, þú veist, það er ekki allir fjölskyldu og börn og veist, alltaf. Já. Ok, ég ætla að byrja. Af þessum 3, hverju myndir þú sofa? Já, þetta er gott. Byrjum bara að klára sem er auðvelt. Fyrsta sem ég hugsaði. Hver veist þið mest sexy það? Nafli. Lítill nettur. Og þú veist, þið varu flott. Maður er reverse cowboy. Það er sko hann líka. Nafli. Nafli kom líka með það sko. Það er ekkert að eyðileggja fyrir naflanum að hann kom með það í banna að hlæja. Hann hefur látið alla píu skvörtanum einu. Hann virðist vita hvað hann að gera þarna. Hann veit hvað hann að gera í rúminu og er bara með þetta lúk einhvern veginn og líka pældi ég að vera, þú veist, með hann er í bæ, vera að labba, þú veist, og leiðinni heim 3-4 nótt. Það er alltaf leið. Bara þægilegur. Hann nærður upp að ég er henni brjóskassa. Þannig að ég tökum það. Við verðum líka að gefa naflanu það að á sko, hann er búin að fara frá 0 upp í 100 og er orðin a famous boy. Hefur ekkert breyst. Nei, það er bara málið. Hann er ennþá leikskólanum. Fórðan er elskan á leikskólanum sko. Það er bara besti starfsmaðurinn. Vakna upp með naflanum daginn eftir ekkert mál. Nei. Börnin elskan og sér ekki eftir neinu og vakna með honum. Ekki neinu. Nei. Og það var ekkert svona, oh shit, ég var með naflanum nótt. En nú er þetta annarkot að drepa. Þetta var meira, oh shit, ég var með naflanum. Sko. Hann er alveg brekka. Þá ætla ég að spyrja það bara næst. Hverju myndur giftast? Hvort væri þægilega að vera í hjónabandi með Hjörvari eða Gunnar Birgis? Já, ég ætla að taka þetta barnadæmi að lút. Já, það má ekki vera. Ég var bara að hugsa þetta oft djúpt. Já, þetta var alveg aðeins og creepy. Við erum bara að hugsa út frá karakter. Gunnar Birgis, og hvað sagður? Hvort myndi ég vilja drepa? Nei, giftast. Hvor væri betri hjónabandi með? Hinn fer út í sveit. Ég var ógeðslega að vera gift í Hjöpa. Það voru ógeðslega og maður þurfti að vera alveg bara hardcore bara að segja, ok, ég ert að fara út að annað kvöldið. Þú veist, eitthvað svona sko. Já, þú veist, allar að fá þér kl. 2. Eru þú pirrað típan heima? Já, hann svolítið að skemmta sér. Hvað ætlaði þú ekki að segja strákin? Þú veist, eitthvað svona sko. Þannig að ég held að Gunni Birgis væri betri í sambúð. Gunni Birgis er svona, ég sé það alveg. Hann drekkur ekki. Getur alltaf sótt
maður getur niður í bæ. Þú væri partydýrið þar. Ég var að segja það, þá get ég svolítið svona lift mér sko. Hvernig getur ég komið að sjóta mig? Þannig að ég held að Gunni, já, ég tek ekki. Það var Hjöppin sjálfur dokk. Og þá líka getur maður tekið svolítið dokkið sko. Já. Þá væri maður komið þar inn. Þú hugsaður þetta sko, þú ert alltaf einu skrif undan sko. Þannig að þú segir, nú er Hjöppin greið farin, ég skal sjá dokkin. Ég skal taka dokki fyrst hann er farin. Ég er með reynslunni í þessu. Ég er með hæ pottið. Þú er orðin doktor fútból. Og það myndi bara transaksjón sem myndi bara ganga ágætlega. Ég held að bara það er ekki séns að ég var að Heiðrún er bara mín hetja í lífinu sko. Já, við erum ekki að Heiðrún það Ég reyndar sko, Egill bæri listi þinn eins. Ég veit, ég var staðið mikið einbyttið mér að hjamma, ég veit það ekki sko. Nú ætlum ég að gefa Hjöppi eitt. Hjöppi er þið maðurinn sem ég myndi giftast um. Ég hugsaði alveg. Það er út af peningum með eitthvað svona þess. Nei bara eitthvað svona dæmi hér. Nei, bara veikur og ég fyrir að kemur á United. Og ef aðal vesenið í mínu hjónabandi er bara að hann horfir of mikið á fótbolta, þá erum við á góðum stað. Það er satt svo glata þegar hjón halda með sama liðinu og saman að horfa eitthvað. Takk fyrir það, Rakel heldur mig United. Takk fyrir eða líka það fyrir okkur. Ég vissi ekki að það væri svona cringe. Það kjallaði fyrir það En svo náttúrulega kemur það á móti. Ég ætti mjög erfitt með að drepa bæði Gunna og Naflan. Þannig ég ætla ekki meira út í það. Áður við fáum rándýran gestingað til okkar ætlum við í auglýsingar og svo höldum við þessari veislu áfram. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Þetta er Ray með lagið Where is my husband sem væri nákvæmlega það sem að Hjammi væri alltaf að segja hefði hann gift Hjöppa. Hann væri týndur ykkur staðar og Hjamminn væri að leita á honum. En þá kann að senda hann upp í sveit sem var skellur fyrir okkar besta mann. En við erum konum með rándýran gestinga í stúdíóið og ég get farið svo langt að segja að þetta sé góðvinnu þáttarins því ekki hann komið í fyrsta sinn. Það er okkar besti maður MC Gauti, verður velkomin. Hvað segir ég gott út? Hér er allir ferskir. En sjálfur? Ég er góð maður, ég er í málulíkabuxum. Sko, var eiginlega vonað að vera með mynd svo fólk myndi Já, út í framkvæmdum, maður les það. Já, ég er að horfa á gaura í framkvæmdum. Hann var einmitt að ringi málarinn, hann sagði, herðu, við þurfum að koma aftur að laga hérna. Ég löpði eitthvað mistök, hann sagði, já, að ég fekk að sprauta smástund á hann á okkur hörð og fokkaði alveg upp, sko. Nei. Hann hafði að laga það. Ertu annars bara að spyrja hvort að menn séu svangir og hvort það vanti ykkur kaffi? Það er ótrúlegt hvað fer langt sko. Já, það er bara mitt hlutverk að vera að gera eitthvað heima. Gefa hann að borða og gefa hann kaffi og svona, já, ég bara láta sjá sér, skilur. Hefur gott stöf. Máu minn getur bara báðir kunna allt, gera allt, tengdapabbi minn getur allt og svo er ég bara einhvern veginn, herri, já, ég er menn svangir. Af hverju heldur maður alltaf að framkvæmdir mun taka 2-3 daga og selur sér það og þetta mun kosta eitthvað x og síðan fær maður í þetta. Er það svo maður gerir það? 10 sinni dýrara og tekur 10 sinni lengur tíma. Já, er þetta bara til að veita manni hugur og þannig maður byrji og sér getur maður ekki. Ég held að það sé svipa á fyrir þegar konur eignast börn. Það er gleyma bara ruglunum sem var í gegnum. Það er svona eignastu fleiri börn sko. Það er eins og bara þetta týnist einhvern. Þetta er svoleiðis. Ég var í framkvæmdum heima. Ekki að sé sami sásöki en öðru í þessu. Þetta er alveg svo þegar konur eignast börn. Þegar ég er að mála samlíkinguðin. Þetta er þú keftir hús á nesunu hana. Þetta er að gera allt fókalt bara. Hvernig? Nei, svona, þú veist. Nei, við erum að slípa parkett og þetta er rosa næs hús og þetta var ekki eins og það Ásgeir Kolbeins keypti íbúðina sínu tíma. Þetta var allt viðbjóður að inni. Það er fyllast að einsta YouTube. Ég ætla að segja frá, við vorum að gera upp heima á okkur fyrir 4 árum og þetta er sönsa, það kemur gaur, múrari, pípari. Hann sagði í vegginn heima á mér og segir síðan, herri, ég ætla að fara út í bíl að segja verkfæri og ég heyri síðan í gaurnum 6 dögum setna. Hann bara fyrir út í bíl, ég ætla að segja verkfæri, gatarvegginn alveg gatavegnum. Ég ætla að fara að segja verkfæri og sér reyndi ég að ringi hann í 6 daga, svarar ekki, ekki einu sinni SMS bara, herri, ég tafðist hérna, ég fór í neyslu herri, síðan sendi ég hann SMS bara, herri, ertu dáin? Og ringir í mig bara, akkur ætti ég að vera dáin? Ég sagði, út af hverju dáin? Þú veist ekki maður, heyri mér 6 daga og hún fannst þess að ég var í fáti og ég er með kenningu að þeir sem gera þetta fara milli húsa, gata vegginn til þess að, þú veist, eigna sér verkið skilur þú? Já, veist að hann er búin að læsa sinni verkið. Já. Það er svona það, hann verður að klára þetta. Og síðan verður bara næst íbúð, gata vegginn þar, skilur þú? Þetta eru samt sko, þetta eru mennir sem þú bara sleikir mest upp.
þeir eru mættir til, já, bara svona halda öllum góðum og já, er þetta ekki bara fínt og ein önnur, einnamann sem ég sagði, það var Gaur að gera plaggat fyrir mig og ég sendi honum SMS eitthvað svona, herrin, en að passa að skrifa MC rétt og hann bara, já, mun passa það ég sendi hann aftur 3 minútur setna hann var alveg frá að gera plaggat, ég sagði, herri bara saman hvað að gera í dag, hann er bara mun að skrifa MC rétt og hann segir, Roger that mestari ég mun alltaf passa það herri, síðan kemur plaggati, stendur vitlaust nafn og fattaði ég var bara að senda þetta vitlaust Gaur á Óla sem var að mála heima á mér hann svarar bara alltaf, ég passa það ég mun alltaf passa það mestari bara það sem er reikningin gott. Pétur áreindar fyllnasta sem ég heirt svona tengt iðnaðarmönnum og það var hann að tala um að ef að hann myndi haga sér eins bara segja maður var að fara veislustýra eitthvað staðar svo bara allt inn í hringti hann bara klukkan 7:30 veislan að byrja, herru hérna, hvar ertu? Veislan að byrja, herru ég kemst ekki kvöldin, ég ætla að koma á þriðjudaginn það myndi ekki alveg virka sko það er ekki alveg sama leverage en Gauti, það er nóg að vera sko, DS er svona, er þetta ekki svolítið stærsti mánuð inn á árinu? Ég breytist í litla sölukúlu bara svona plögg við já ég veit og bara svona hún er ræst í byrjun nóvember sem byrjar hún að rúlla og síðan er þetta bara hei, neina kaupa þetta vil ég koma að gera þetta, vil ég hafa mig hér Júlevenner og það er inn á tix.is miðar, ég veit að það er uppselt á eitthvað sýningar það er uppselt á, sko, já, það er uppselt á laugardeginum ég var að hendin einhverju 5 miðum á hann þannig að virðist ekki vera uppselt en það er uppselt á laugardeginum bara pakkað og það eru lausir miðar á föstudeginum 19. Sko þetta er náttúrulega sjó þetta er ekki bara einhverju tónleikar þetta er sjó ég segi aldrei að þetta séu tónleikar ég segi alltaf þetta er sýningin á hverju ári er þetta sýningin sem ég myndi vilja fá ef ég væri að borga 13 áskall eða 14 áskall fyrir miða og mér finnst ég verða að mattsa og mér finnst rosa leiðilegt að fara á tónleika ef það er bara að vera að spila tónlist ég veit ég á ekki að vera að segja þetta sem tónlistamæður en ef ég fer á tónleika ef ég vil heyra fullkorn tónlist og hlusta ég bara Spotify og vilt fá smá feedback heyra aðeins hvað þú ert að segja þú veist, tala lögin eða eitthvað sko. Ég er sammála því að það er frekar stundum að bara tónlistamenn ættu að fækka lögum og segja frekar bara á hvað stað varstu þú samtir þetta, hvað var að gerast í lífinu eða bara bæti ljósin eða gera eitthvað gaman og sérstaklega eins og með þessa sýningu við erum búin að prófa alls konar við erum verið með uppistand, tvíhöði var 1 árið allir tónlistamenn í heiminum búin að vera töfrar, í fyrra var Magga Mokk hún tók bara splitt á brjóstunum í fyrra og kveikti brjóstunum á sér Legendary það var rosalegt atrið sko þannig að það var alveg ég sá vídeo á því þetta var alveg svona við þurftum að klippa út úr rúf ég hef aldrei séð svona salurinn var æstur og síðan var þann rosa hissa jú það er svo geggjað það er best, shock effect en svo ertu líka með, það er spil og það er blæti þetta er 3. árið sem að ég er að gera spil nú komum við bara alveg í spilabransan nei, við erum Hjammin er hættur Skellur er hættur þú ert einn með hennar bransan núna þú átti þetta þetta er sem sagt, við gáum út 3 spil í fyrra við gáum til læti, krakkalæti og blæti og ég setti engan fókus á blæti af því mér langaði líka bara ekkert að menga miðlana mína af þessum viðbjóð sem blæti þetta er svona 18+, svona dópaglæpir og kynlíf og svona alls konar svona okkar svona rock'n'roll síðan gerist þetta það pikkar upp það er fyrsta spili sem selst upp síðast sumar þannig að núna er ég að setja allan fókus á blæti það sem virka menga miðlana af þessum viðbjöðu svo erfitt að posta eitthvað, þú veist, bara einhverju dónast vitandi að mamma sé stundum að skoða já, mamma er öllu vönum hún er reynda við erum búin að lofa henni þetta ef hún er að hlusta, ég er stendur loford við erum hættir að baka hana hefur heyrt allt sem við erum búin að gera ég er búin að heyra ýmislegt, já ég skal reyna það hún er líka með þykkan skráp já, sko við tölum það er ennþá talað um það árlega heima á mér þegar við hringdum og ég gerði símátt og sagðist að það farið DNA-próf og að Stella var ekki dóttur mín það var alltaf hræðilegt þetta fórst aðeins ég sé fóreldri ég bara sagt hvað er í gangi
Þetta er rosalegt Þetta er svo rosalegt Þetta er vont síðan. Ég trúði ekki að heyrði þetta fyrst Nei. Þetta var bara, hann getur ekki að hafa gert þetta Þannig að mamma henni, hún er the real hero Já, hún er svakalega sko Og það einu sem hún ætlaði að taka á sig og þykist að vera keira full af því ég sagði að ferillin minn myndi verið mólum og myndi ekki taka þetta á sig Og alltaf til að taka upp hanskan sko. Já, hún er geggjum Hún er frábær En ætlar að henda okkur í blæti? Já, mér langar svo sko, og ég er eiginlega sko, leikurinn er þannig að þú mátt bara nota fyrst var þetta þannig að þú mátti bara nota orð sem bætti yfir reglulega, mætti leika með hausnum Já, ok Erfitt núna fyrir mikið mynd Já, en þið bara notið orð og hérna, mér langar eiginlega bara að þið keppið Ok, við hvernig er þetta aftur? Já, sko ég ætla að láta ykkur bara fá hérna 4 spilumann eða eitthvað Ekki svo vel, ég veit ekki hvað spilur að fá, bara að skoða Og svona, og þetta fær hérna smá Blæti Já, ég má ekki skoða Nei, þú ekki fyrir en ég segi nú Nei Og ég ætla bara, hjá mig, byrja bara þér okay. Og þú bara tekur spil og þeir með ekki sjá það og þú ert að leika það með orðum og þeir eru að giska á það hvað þetta er Já, ok Með orðum Já, og máttalega Ég má ekki segja orðin Nei, þú mátt Væntalega ekki hjá mig Ef það væri pissa þá mættur þú gera Það mátti að gera hljóðir Nei, ég má segja orð Nei, þú mátt alls ekki segja orð Nei, ok Renni bjókstaklöf Hvað er þetta að gera? Æ Ég held að hann er sem að fatta hvað þetta Já, ég veit hvað þetta er Já, hann nú þarf að gerði spil Þetta fá að Stífan Já, það er rétt Vel gert Vá, hvað ég var ekki að tekja þetta Ok, þetta er annars spil Ég er nokkuð góður í þessu Já, vá Ekkert smá Kemur þetta hljóð þegar þú fara Stífan Þetta er alveg smá erfitt sko. Það er hitt og svo létt Ég má gera hljóð Já, má gera hljóð, bara eins og þú vilt Hog tour Hog tour Tökum við viðbót Auðumblönd Já, þetta er þetta Já, þarna varst á Ok Má ég sína? Nei, það er svona aðstandi Það má ekki síðan þenni Þetta er radio Já 69 Nei, nú veit ég ekki hvað þetta er Hvað er að gera Hlustið það Það er að versta, við erum á því Það vantar orðin á milli Ég er að reyna Það er bara kynlíf Býtu Ok, býtu Hvað er Við verðum að skipta Á, ég segi hvað nýja myndi að leggja það Bow chicka wow wow Klámynd Já, þetta er klámynd Ok Hann var að leika Ég var að skipta á milli. Ég ætla að þekki öll orð, ég er búin að sjá allar útgáðum Hvað var? Nei, þá er þetta Skipta milli mynda Já, skipta á milli Já, eins og maður gerist Ok, við förum með það í Smetla á annan myndband Já, nákvæmlega Það er komið að gera það Getur ekki verið verið en henni Þetta er krefjandi, ég verði ekki það Ég verði til í þægilega spjald En þetta er svolítið, ég er ekki ósvipaður hjá með hana Ok Klámynd, Þú er ekki aftur Hvað er að gera? Þetta er ekki þetta sem verður mitt Þetta er verið þitt Þetta er verið þitt Þetta er bara kynlíf Þú segir okkur að fyrir næsta spil Nei, sko, ok Nei, sko, ég er að tengja við hérna fyrir að spjald Hvað var þetta? Þetta var hérna upp á stellingina að steinda Næst upp Cowgirl Akkur gerðu þú ekki kúrega þú? Já, gefa Hvað er þetta að ruggla? Ég skeit Áttu við bara að giska á Sorry Hvað er að gerast þetta? Þetta er auðvelt Þú verður að vera Þetta er auðvelt núna Sjú upp í nefi, kóka Nei, býtu, nei Já, þetta það getur það líka Þetta er spýtt Hæ? Kóka henn Já, sko, blöður heldur heitur, sko En ef það er að segja þetta orðrétt rétt Já, býtu Nei, þetta er sniffa Já, Sniffa blöður þetta með þetta Hann er að taka Myndin er að taka bara línu af stykki, sko Já Þetta er meitt í viðbót Það er síðan mjög spennt Þetta er rosalegt Úff Það var allir hérna inni heldur gaman að þessu atriði, sko En það spundi bara hvernig maður leikur, sko Sleika píku Hegi Ég hugsaði mórubót Þú heldur nálægt því, sko Býtu Mjög nálægt því, sko Býtu Kartóðum graf Ég halda bara fram, þú heldur heitur, sko Ekki þetta sprengin
Já, það er aðeins ofar Við erum allir gaman Aðeins ofar, hálfur sentimeter ofar Snýpin Nei, ofar Sleikja rass Já Hvaða spila þetta maður? Þetta er að rimma Þannig að ég verður að gefa að kjamma rétt við Ég getur ímyndið, ok, Þetta er fjölskyldu spil Ég strax hætti við Þetta er fjölskyldu spil Sko, hjammi geggjör Já, King Blood Sko, rimma mitt er er- bara locked in sko Ok Fullnæng Nei Að fá það Já, bara fá það Nei Þetta sopna, fá það að sopna svo Drepast Já Deyja Næs Ok Glugg Fullur Dauður Nei Glugg Það er þamba Já, þamba, rétt Fær hann bara Þetta er saman þú varst með þetta kókaðin Ok Akkur bara með eitthvað eðlilegt Já, það er að fá Ég er að rimma og hágur Ok, ég meit gott fyrir í Og lokin sniffa, sem sýnir hvað þú ert vitlaus Tilbúin Ok Já, horrið þetta Dögi, að stenda mér svo Dögi Mér fannst ég leika kágur Já, hegi Þetta er svo gæðið spil Það er svo gott að leika bara nákvæmlega hvernig hljóðin eru og allir er bara giska Já, hættu Þetta er gott partyspil í bústaði og tveir í þeir Þetta er hræðilegt Líka bara skemmtilegt í bílum ef að fjölskyldan að gera eitthvað út á land Já, fyrirgefi Nei, herðu Þetta er þáttunum fyrir þetta MC Gauti, Blæti Julevenner, Tix.is og Gauti, ég sendi þér daginn að þú ert uppáhalds tónlistarmaður Tedda Blö Já, ég er líka mjög ánægð með hann þú ert búin að taka fram úr Ice Guys Já, ég er svo ánægð með þetta og hann og ég ætla að bjóða þetta á Julevenner og þú getur fengið miða á 50% afslættir Svo spilum við Blæti strax þessi tónleika en já, 10.000 ekki enda þess að þessu Gauti, takk hérlega fyrir komin Thank you sir FM 957 Það er ég okkar besti maður MC Gauti hér með 10.000 Alltaf gaman að fá Gautan í heimsókn og já, hann er reynskilinn með þess þá er hann mættur til að selja og já, business is booming eins og við segjum Blæti, mér finnst þetta Ríkala gaman drullu skemmtilegt og svo er að sjálfsögðu Julevenner en það er hins vegar komið núna að spurningakeppni Gilsarans Byrju, hvað varst aftur að vinna með? King of Entertainment Alveg rétt Þegar þið eru báðir skemmtikraftar, mjög vinsælir Þannig að já, þetta er sko, ég myndi meta þetta bara sem 50-50 í rauninni sko Þú veist að ég opna ekki auglýsingur ef ég er ekki Blöðurinn og Stoney og okkur Þorvalblótið eitthvað þá er King Hjammi mættur sko Þið eru eiginlega svolítið svona rivals í rauninni Við erum rivals Þú veist, þú tekur gig á Blöð, hann tekur gig á þér Það er bara þannig, ég var lent í því að segja eitthvað tölu og svo bara farið yfir auðun Það er bara þannig Það er svo dýr Það er bara þannig Og því hann var ódýrari Sko, og þetta er 8 spurningar og í rauninni fyrsta ég byrja þægilega sko Hefur þú staðið upp á sviðið og hugsað ok, shit, ég er maðurinn Hvernig virkar þetta? Þú að byrja hann Nei, við erum bara svolítið saman í þessu Já, ég hef gert það Ég lokaði honum og hugsa, wow, holy shit Þú veist okkur Þorvalblótið framan mörgtúðsmanns hugsaðu bara, jöfull er ég Ég gruna þetta einhvern að gerst á þjóðatíð Alveg pottet Ég maður er gigvið með það sko Já, en svo ertu komið snöggur á jörðina daginn eftir sko Þið eru báðir komin á blað Finnst þér entertaining að fara í sleik? Hæ? Finnst þér entertaining að fara í sleik? Já Ég þarf old fashion, bara sleik Já, þetta tekið þetta við King of Entertainment að sleikur sé entertaining Já, ég veist, fólk hefur gaman að því Það er alltaf ekki að leiða að hlusta sem er gaman að fara Ok, sleik þannig þú ert að spyrja, finnst mér gaman að fara í sleik? Já Já, með Þetta meikar ekkert sens Finnst þér gaman að fara í sleik? Þetta er flókið spurninga Ég sé alveg að þú góður í sleik Nei, ég minnst í sleik maður svo þú finnur Ég er bara, ég fer ekki í sleik Ég held ég hef aldrei farið í sleik við konunum Hæ? Ég bara er ekkert að standa í þér Ég er bara straight down to butter Ég bara er ekkert í sleik Sorry, ég er bara vel að fara Nei, menn það er ekkert allir Ég er bara ekkert í sleik Nei Sumir er bara ekkert eitthvað slella kallar, sko Nei, Ert þú sleikkallur? Er þetta eitthvað sleik við Rakel? Heldur að þetta sé orð sem ég vil bara festist inn og ég sé sleikall
Bara, Sleik þetta heyra hvað það segja Steindi er mest í slellakallin á okkur þrejum sko. Hann elskar slella sko. En ég meina, mér er skaman að kissa konu mína, já Já, en eitthvað lögðskvöld eitthvað þið heima og þeir í sleik Nei, það er mjög Hvað sjálfgeft kissur konuna þá? Munnin bless og eitthvað, kynnin og hálsinn og eitthvað svona Svo bara Já, þetta er hvorur, þetta er straight down to bottom bara að næsta Ég get ekki gefið þeir punkt hjá mig Þú ferð ekki í sleik Ég var bara Blöð Já, ég get alveg tekið punkt á það Ertu vinsæll veistustjóri þrátt fyrir þá ömurlegu staðreind að þú ert sköllóttur? Ég meina, með það þú sagði þetta í byrjun að Já, ég verð að segja já Maður er ekki lendið því að fengi ekki kikk út Nei heldur í alveg Fyrir ekki, ertu sköld? Við erum bara bókað eða er eitthvað svona fundur bara hjá skemmtinefndinu, herru við bókuðum hérna Evu og Hjarna, en byrju er ekki Hjarni sköllóttur eða? Ég fatt að það ekki maður herru fáum við aðra ekki getur við tekið auðvitað og steinda Þetta er ríkalegt þetta er ekki bara aðra eldjá hann er með fullt af hári Við höldum áfram Þú er ekkert í Tyrklandi svo blöð? Nei, ekki en þá ég er ekkert búin að negla það ég ætla til Nei, ég Tyrkland veit maður á því Við borgum það Hefurðu sendt penismynd á Snapchat? nei, laus við það Þú varst kóngur á Snapchat í langa tíma Býtu, ég skil ekki á þessu spurningu Hefur sendt titlingamynda á Já, Snapchat? ég veit það, en er þetta til konunar? Nei, þú farið stig ef konan hefur fengið penismynda, það farið punkt Ekki henni, en þegar áður ég fór í samband 2000 það er skrítið þótt ná Ég er náttúrulega bara hell í mig hérna, sko, þannig að ég er að svara eitthvað sem ég ætti ekki að gera Þá við ekki það, ég á mig hjásöfu og það fór inn mynd úr sturt En það var sápa yfir honum þannig að ég gerði þetta svona maður gerði þetta svolítið sexy Það er ekki að spurja svona Ég sviglir þetta Þess vegna er hann að koma með bjóri núna til mín Hann er að dæla bjóri já, hendur fór beint með Liljul veit og verðst að fara á djamið Ég með svona ég veit að þú varst náttúrulega ég bara vinsast til Snapchat Ég var á snappinu, Kílsari Þetta er komið Eru við ekki ennþá virkir á Snapchat? Jú, ég er ekki að senda ennþá tíma Nei. þú varst með fullt af karakterum og hefur ógæsla harður á snappinu já er það pínuð Snapchat made you núna ég er ekki einn svona fýblast Snapchat svolítið það er ángríns Það er svolítið Ertu það frægur að fórst næstu því að date með Björk? Vá, þessi, ég er þar þegiðu, hún er 60 í dag Og hvað? Ég er 52 sko Nei, ég veit það, ég er að segja hún er 60 í dag sem er bara til hamingju með daginn, Björk. Akkurat Og í öðru lagi Í hvaða heimi varst þú að fara á date með Björk? Auðun, hún hefði getað núna fyrir utan hérna Er þið ekki að búið? Þegiðu Þú varst aldrei að fara á date með Björk hjá mig Þetta er náttúrulega saga sem kom núna bara upp í doktorinn núna í morgun Ok Og það er nú bara þannig að ég er að vinna á leikskóla Og þar er kona sem er að vinna á leikskólanum sem er tengd Björk fjölskyldubötum og henni líst svona helviti vel á mig og Björk er akkurat á milli einhverja Já, þannig að Björk bara einn stærsta popstjarni heimi var á lausu á milli og vinkonuna sem er að vinna með þér á leikskóla ætlaði að setja ykkur saman Hún var sko og með mann Hvað ertu búin að drekka mikið? Já, með mann sem var einu sinni fóstupappinar, það var eitthvað alveg þetta var svona smá fjarlægtenging, ég vissi það alveg en það kom umræða, hún sagði að ég bara sendi ykkur tvö á date Akkur sagður ekki bara Ég sagði, ég til svo kom ekkert meira en það var, ég var helviti klóst Það var það spil á hjaman Það hefur verið geðvegt sko. Shit Ég var næstu að fara á date með Beyoncé Þetta er þetta eiginlega punktur Það var semi Ég var í umræðinu Hún er Ég veit ekki hvort að vita hver ég er, ég veit það ekki En hún hefur fengið símtalið Hún hefur fengið símtalið, hæ, var til að fara að date með henni sem er að vinna með mér á leikskólanu, þú veist, eitthvað svona sko. Og það varst þú? Það var ég King Hjammi, svo mistari, hvaða leikskóla varst á? Þetta er Múlaborg, það er ekki gott að tala um hann núna Það eru fyrir mér næsta Hefur þið fengið þann great honor að þekktu sem graðasti bílasali landsins? Nei, aldrei verið bílasali Það er ekki Þú er aldrei verið bílasali Hefur aldrei hlustað á þetta kjafta Þetta er alltaf svona Og það segja margir bílasalar alveg vel graður Ég skal viðkynna þetta er eitt graðasti Mást þetta bílasalarum í Trúlæðis? Ójá,
Þetta er The vet gets them bed. Já, ég var Það ekkert er hinn official bílasæl Ég var ekkert eitthvað graðast í bílasal lands Ég var bara eitthvað venjulegu gauð 30 Þá segirðu bara nei. Þú segir ekki 300 notaða Já, bíla en ári ég var ekkert eitthvað Ég meina Viltu kaupa einn? Sko blöð, þú getur jafnað Fyrst er entertaining að láta pegga þig Nei, hef ekki pröfað, þannig ég get ekki svarað. Og hjá með döðafæri að pakka blöð saman með 5-3 Já, hvað þú með? Fyrst er entertaining að láta pegga þig Nei Ég ætla auðvitað bara að fá það spurning Nei Þetta er bara eitthvað Ég báða ætla ekki að bendla mig við eitthvað pekk Nei, vann hjá með það. Já, hann pakkaði það saman Til hann Hann er king of entertainment Það er mikið með það Ég veit ekki hvað það sé gott Veistu hvað driðið sigurinn? Þú fórst næstu á date með Björn. Það er ekki eftir Við skuldum auglýsingar Það og var herri. ótrúlegt. Svo er risa tilkynning hér strax eftir auglýsingar. Heimstilkynning, drengir, Já. sem að er Það gæti bara farið í bara fréttir á CNN í kvöld Það er bara þannig. Topp tónlistarstöðin. FM 957 Hárið eru Dynat og Loop Zero sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og já, eins og við sögðum í byrjun þáttar þá erum við með eins og mjög tilkynning í gær heimstilkynningu hér í FM 95 blöð. Ég fekk símtal frá engum öðrum en Magga Skeving. Hann var þá stattur á Flórida, var að tefja tegina því hann var í símanum og var að kalla á hann og leiðinni á skemmtiferðaskip að ferðast bara einhverjar eyjur. Aðeins öðruvísi heimur en við liðum í hérna ég Hjalli og Egill. Já. Þá var ég heima bara með veikan dreng en hann tilkynnti mér að það ætti að vera heimstilkynning í FM 95 blöð á 9 karakterum. Ja, 9, jú bara eins og hann orðaði þetta, bara hverjir eru orðnir nýjustu bara andlit fyrir þessar personur í Latabæ. Þær eru komnar hingað, þessar personur. Þannig að þetta er já, heimstilkynning. Hingað eru mætt Hildur Vala, verður velkomin. Takk fyrir. Sola Styrða. Sola Styrða. Sola Styrða. Við erum með Mikael Kapper, íþróttálfurinn. Velkomin. Takk fyrir. Og svo er það Almar Blær Glanni Glæpur. Sælir. Sælir, velkomin. Þetta var, ég bara svona eins og mér var tilkynnt að þið myndi koma og þetta er risastórt. Bara Latibær, hvað, þið þurfa eiginlega bara að segja mér, hvað er að gerast? Já, það sem er að gerast er að Latibær er að verða 30 ára. Já. Og í tilefni þess að þá ætlum við að halda svona hreyfi hátíð barnana og það eru tónleikar í Háskólabíó sem verða í janúar. Í janúar, ok. Yes. Og þetta er þá svona tónleikasýningar sem fólk mætir með krakkana og það er ekki einn döður punktur. Það er bara allt vitlaust. Það er allt vitlaust. Upp úr sætunum allan tímann standa, allir hreyfa sig, dansa með, syngja með, leynigestir og svo þessir karakterar sem að allir þekkja. Og þeir eru það bara officially orðin þessir, já bara, veist. Já. Það er bara hann, við erum að stíga inn í þetta. Þið verðið bara í þessu. Þetta er svolítið stórt. Allir bæjarhátíð á Íslandi, þið eru mætt þarna kollektífs og sko, Mikael, hvernig það? Getur þú staðið á höndum og hlaupið þar og tekið 50 arbíður og hvernig er staðan? ekkert mál. Þetta er þetta góð spurning. Við vorum að líka hrósaði mig að þú ert komin í undanúrslit í quizinu. Já, takk fyrir það. Með Fylki. En þetta er enda ákveðverð spurning að vera í íþróttálfurinn. Ertu fimmleikamaður? Nei. En ég er maður sem að hreyfi mig mikið. Í standi? Ég er í standi. Já. Og 50 arbur. Já, fyrir rétt með það. Elskar mig, það er ekki neitt. En svo það er kannski ekki endilega geta labbað á höndum eitthvað 50 skrif, sko. Ég ætla að gera það fyrir okkur. Já. Hildur sér það. En svo ég var í fimmleikum og ég sé þetta. Já, ég verð bara þarna. Að vera vondur? Þú ert reyndar með Glanna Glæps. Ég er ekki að grínast. Það er fullkomin. Þetta er ótrúlega ángríns, þetta er magna. Já, takk fyrir það. Það er ekki leiðum að líkast, sko. Stóri skora fylla. Já, besti Stefán maður. Nákvæmlega passi í hlutverkin. Takk fyrir það. Og heyrðið margir skefi í ykkur bara og var að velta steinum og Já, það var bara svolítið svo leið, sko. Já, er þetta eitthvað sem þið þurft að sækja eða var heyrst í ykkur, eða hvernig virkar svona? Nei, já, ég fekk bara símtal Já, sama hér. Og bara var búið á fund með. Þið eru öll komin á þann stað að þið þurfið ekki audition. Þetta er bara svona, herðu. Alls ekki, þetta er frávik, sko. Þetta er bara svona, það er að Teddy komst inn á ungbarnaleikskólan, hann er inni. Það er saman við ykkur. Þið er bara, þú ert inni. Nei, það er svona, þú veist, þau komu alveg á sýninguna, það er svona hægt að sjá okkur á sviðum núna, sko. Einmitt, við erum alveg til sínis í Borgarleikhúsinu og Almar í Þjóðleikhúsinu, þannig að það var hægt að mæta og sjá hvað
hvað hægt að gera. En þá er í aðra spurningu, haldið þetta verði stærra, haldið þetta fari í þætti og annað, þetta svona one-off? Já, það eru mjög stórar hugmyndir sem ég veit ekki hvort að megi fara að tala með eitthvað opinberlega. Það eru alls konar hreyfingar í gangi, sko. Það er Magnús Skeving búin að kaupa vörumerki tilbaka. Já. Og allt komið á fullt aftur. Og mögulega þá eitthvað meira en bara þessi 30 ára afmæli sýningarni í janúar og vonandi. Sem 17. og 18. janúar, kannski gott að það komið fram. Í Háskólabíó. Já, í Háskólabíó. Og miðar komnir í sölu á miðix.is. Við þurfum að fara þarna. Þið verða að mæta. Þetta verður á mjög mikilvægt að sagði með krakkana hjá mig. Því þú setur þarna til 7 bjóra, við verðum að mæta þarna með krakkana. Við lofum stemningu fyrir börn og fullorna. Ég treysti ykkur öllum fyrir því. Svo eru þið náttúrulega bæði í Moulin Rouge, það er búið að mála ykkur, sýning í kvöld. Það er sýning í kvöld. Já, við bara rétt skruppum mitt úr sminkinu. Það er, 2 kortir. Það er að slá í gegn Moulin Rouge. Ég hef eftir að sjá það, maður. Við verðum að koma á það. Já, er ekki alltaf uppselt? Jú, en ég meina, þú gæti fengið símtal. Þú ert inni. Ég hef til það símtal. En bara, er þetta ekki svona í lokinni, er þetta ekki heiður að fá að taka, ég meina, Latibær, 30 ára? Þetta er rosalega heiður, þetta er bara, ég fekk kolluna áðan og ég er bara búin að bíða eftir þessu, ég veit ekki hversu mörg ár, sko. Ég sá þau fara í gallana, sko, og Mikki var reyndar aðeins og massaður í Íþrótta álsbúningin, sko. Það er hrós. Ég segi það nú En hann var glæsilegur, það var eins og það verið sniðnir á þau, sko. Já, þetta kom vel út og það var eitthvað við, sko, ég veit ekki að ég er búin að gleyma 10-unni sem er henni með, sko, sem blikkar svona þegar eitthvað, svona, eins og Batman eða eitthvað. Það var sko þegar hún var sett á mig, þá fekk ég svona Þú er svo að fara í Batman. Já, svo að verða Superman. Ég er bara búin að fylgjast með þessum karakterum í mörg ár. Þetta er bara rosalega heiður að fá að stíga inn í þessi stóru þekktu hlutverk og fá þessi ábyrgð að bara gleðja börnin og með góðan boðskap. Já, heldur betur. Mikið heiður. Já, þetta er heimstilkynning eins og Maggi Skeving orðaði þetta sjálfur í gær og bara innilega til hamingju með þetta. Takk fyrir. Miðix.is tryggja ykkur með, þetta er í Háskólabíó. Við eigum að fara með börnin og Hjammi kemur með okkur. Og svo bara hvetjum við alla til þess að tryggja sér miða líka á Moulin Rouge. Það er bara þannig, takk hérlega fyrir komuna og hér eftir smá stund sturlaða staðreyndir í lokin. Þetta er FM 957 Takk fyrir að hlusta hér á FM 957 og FM 957 og þetta er uppáhaldslægið hans Hjamma Evacuate the Dance Floor með Cascada. Þetta bað Hjamminum. Við þökkum þessum ungu, sko Hjammi, þú verður að hætta bara alltaf þú hittir eitthvað unglið bara að segja to be young again. Þetta er svo geðvegt að fá svo Já, líka við erum að stýta íþróttálun og glanna glæð og sólu styrðu, sko. Hann sem veldur að stallur upp. Já, þau eru að fara núna, þau eru að fara að fá sér bjór og fara að leika. Nei, þau eru að fara að leika. Og svo bara beinta eftir fyrir í bæ. Ég er að fara heim. Nei, þú ert að fara það. Já, menn svo þarf ég alltaf að fara heim. Heldur að þau endi ekki heima? Svo þarf ég alltaf að fara heim. Já, maður þarf alltaf að enda heima. maður endar oftast heima. Já, við verðum samt að gefa Magga Skeving það að þetta var alvöru kast. Hilduvala, ég þekkti hann ekki neitt. Hún kom í bana að hlæja fyrstu seríu, var í þættinu með Sveppa og Rikka og þeim. Hún var alltaf ljósar, hún er rauð það núna. Já, því hún var að leika í Moulin Rouge. En vel kastað og við hvetjum alla til þess að fara inn á miðix.is. Það er mjög fyndið, ég var að ræða hérna við náttúrulega Maggi Skeving, það er svona maður, he gets things done. Ég fann það bara í gær, klukkan var hún held ég bara 10:30, hann náttúrulega Flórida tíma. Hann var á teik. Já, og hann var á teik. Ég er bara komin í beddan. Já, það voru að kalla á hann, Maggi út að gera. Það er bara hans líf, hann er bara á Flórida í golfi. Það hringi í blöðarum. Að fara að ferðast bara hann að fara á eitthvað skemmtiferðaskip eitthvað eyjar eitthvað. Þetta er svo geðvegt. Hann kom þetta Lazy Town líka bara, þetta fór worldwide. Þú fer bara í erlendis núna og kveikir á hótelinu, það er bara Lazy Town. Já. Hann er efnaði að vera í golfferð, sko. Já, en hann bara svona, herðu, ég vil tilkynna þetta í FN95 blöð. Ég meina, hvað segir maður? Segir bara, what a great fucking on. Segir ekki nei við Magga Skeving. Nei, það bara gerist ekki. En Hjammi, djöfull ertu búin að vera skemmtilegur í dag. Já, þetta er bara fljótt að liða, klukkan er bara að vera 6. Já. Það er bara þannig. Og hvað er planið hjá Hjammunum? Ég veit þú ert að fara í kvöld. Ég er bara í kvöld, hella vel í mig og reynda góða við. Lifa lífinu. Vonandi hittur ekki eitthvað yngra lið. Fólk eitthvað. Þá getur þið sagt bara to be young again. Já, to be young again. Svo er laugardaginn, ég reynda líka að fara að fá mér. Það er laugardagskvöld, það er matabóð. Já, hver er með matabóð? Eva heitir hún.
Eva Það er ekki Eva Rúsa Nei, ok Já, Þú ert bara bókað, það er álur álag Nú er ég bara að njóta Það er keyrsla Það er bara komið tími til að njóta Já, þú ert vinsæll Ég skil alveg að fólk vil fá því í matabóð Við erum bókaðir í einn lunch/dinner hérna 21. desember Tune in, drop out Það verður rosalegt Það verður hættulegu dagur Sunnudagur Egil, hvernig helginu þér? Hörru, þetta er eina helgin núna næstu sem er dagatalið er tómt sem er bara fínt því að skoða dagatalið á næstu vikur Það er álag það er dælast inn einhverju lunchar og dinner og eitthvað hvað þannig að það er ekki neitt DS er einn hættulegasti mánuð það er svo lúskur Já, ég er að fara út í fyrramálina að fara til Berlínar að taka upp tónleika með Emilium Torrini sem er í tónlistamennunum okkar, nýjustu seríunni Þannig að það verður stemming og heima mánudaginn ég er það ruglaður Ég var ógeðslega ánæður að við verðum að fara út á lögati og heima á mánudegi að United er á mánudagskvöldi Ég vissi ég næ því þegar ég kem heim Heldur hvernig gamlir Það er eins og það er Hjami, þú verður að hætta að tala um gamlir og þú mátt ekki hitta út Ég segi, farðu bara flöskubor í kvöld og segðu bara fólkið Hafðu bara gaman Annars bara þökkum við kjalla fyrir okkur Við minnum á blökkastið sem að verður á þriðjudaginn Og talandi blökkastið Þá byrjar jóladagatal blökkastins 1. des 24 þættir 24 bjórar og svo eru litlu jól blökkastins 7. júli styttist í það Þannig að ef þú ert með fyrirtæki eða þið langar að koma einhverjum gjöfum í pakkana hjá okkur hafið endilega samband á tal.is Svo sjálfsögðu minnum við á hæ Með okkar besta manni hjá mig Viltu hendi eitthvað plögg áður og hvað bara allir að hlusta Já, þessi þáttu mun hjálpa þér Djúðlastu skemmtilegur Við þökkum fyrir okkur Egið góða helgi Topp tónlistarstöðin FM 957